Góðan daginn, ég heiti Elsa Eiríksdóttir og ég er dósent á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og ég ætla að tala um rannsókn á nám- og vinnustaði í löggiltum iðngreinum. Nú á Íslandi er starfsmenntun ofta skipulögð samkvæmt tvískiptu kerfi og fer námið þannig fram bæði í skóla og á vinnustað og nám á vinnustað er þannig formlega hluti af náminu sem að tekur yfirleitt 4 ár. Hér ætla ég að fjalla aðalega vinnustaðnám í löggiltum iðngreinum í framhaldsskóla og í þessum greinum er vinnustaðnám skilgreint í vikufjölda og spannar allt frá 24 upp í 126 vikur eftir þeim iðngreinum sem eigi hlut og í þessum greinum er nemi á samning og fær greidd laun á tímabilinu. Það er almennt samkomulag mikilvægi náms á vinnustaði í starfsmenntun og það er sama hvort að tala við menntaeyfirvöld hérna á Íslandi, í Evrópu eða Skandinavíu eða rannsóknir á starfsmenntun og það ber að nefna nokkra hluti. Fyrsta lagi býður þetta upp á námsumhverfi þar sem þjálfun fæst í starfinu sjálfu, þarna er það að þróa hæfni til starfs í starfi. Þetta eykur upplýsingaflæði og nýliðun, þarna hafa atvinnurekendur og nemendur tækifæri til að kynnast, þarna að geta nemendur séð hverjir er að vinna á þessum vettvangi og atvinnurekendur geta séð hverjir er að koma inn í starfsliðið. Vinna nemenda getur verið líka mjög mikilvægt framlag fyrir greinina í heild og getur skipt máli til að halda henni gangandi. Og þetta tryggir að starfsnámi leiði til þeirra þjálfuna sem þörf er á til þess að starfa við greinina. Nemendur öðlast á kunnáttu sem að til þarf og vinnuveitendur fá starfsfólk sem þjálfa þann hátt sem þeir hafa áhuga á. Og lokum þá býður þetta upp á sérhæfingu af því að skólarnir hafa haft ekki kannski mannskap eða tækjakost til þess að kynna alla sérhæfingu í tiltekinni grein. Þannig að þarna geta nemendurnir fara út á starfsvettvang og fengið frekar sérhæfingu í fæinu. Nú, vinnustaðnámið hefur einnig sætt til að vera gagnrýni og þar ber helst að nefna að erfitt er að tryggja gæði vinnustaðnámsins og að allir nemar fái þá þjálfun sem til er ætlast og ber hæst þar umræða að nema sér ódýrt vinnuafl og fá einhæf verkefni, þurfa að hanga á kúrstinum og svo framvegis. Eins gerir nám- og vinnustað mjög mikla kröfur að það sé árangursríkt samspil skóla og vinnustaðarins til þess að tryggja það að nemandinn tengja á milli þess sem hann er að gera í skólanum og sem hann gerir á vinnustaðnum. Af því rannsóknir sýna að nemendur eiga oft erfitt með þessa yfirfærslu. Þannig að þarna þarf mikil samskipti til þess að þetta ganga vel upp. Markmið og áhersla vinnustaðarins er ekki bara nám og kennslu, heldur á vinnuna sjálfa sem er náttúrulega auðvitað kostur því að það er það sem við erum að sækjast eftir. En þetta er einnig galli því að þarna getur gleymst að nemandinn er nemi og eigi að fá einhvers konar kennslu. Þannig að það má segja að þarna halli kannski getur stundum hallað of mikið á vinnuna á kostnað námsins. Nú markmið hér er að varpa ljós á tilhögun og framkvæmd vinnustaðnáms í löggiltum iðngreinum í Íslandi. Þetta er lítið verið rannsakað. Og hér ætla ég að fjalla hvernig það er skipulagt, hvernig nemendum gengur að komast á samning og svo hvernig þetta nám fer fram á vinnustaðnum. Það var rafræn spurningakönnun sem var sett til þátttakandi í öllum löggiltum iðngreinum í Íslandi og þetta voru 3 hópar. Það voru sveinar sem útskrifast á síðastliðnum 5 árum, meistarar sem höfðu tekið nema í vinnustaðnámi á þessum sama tíma og svo kennarar í iðngreinum í framhaldsskóla. Svarhlutfallið var 24% í heild en aðeins ólíkt eftir hópum, þannig var stærsta hlutfallið hjá kennurum 46% en aðeins 15% hjá sveinum sem þó voru stærsti hópurinn. Þannig að ég ætla að fjalla niðurstöður í 3 hlutum. Það er skipulag vinnustaðnámsins í fyrsta lagi, hvernig það er tekið á námsferlinu og skoðun þáttakanda á fyrirkomulaginu og lengd vinnustaðnámsins. Í öðru lagi hversu auðvelt erfitt er að komast í vinnustaðnám, hver langan tíma tekur það og hvernig sveinar komast í samband við meistara til að komast á samning og svo í 3. lagi námið og vinnustað og kennsluaðferðir. Þannig að hérna sjáum við yfirlitið það hvernig nemendur haga sínu vinnustaðnámi og þarna gátu þátttakendur valið fleiri einn hlut og kannski það sem maður helst tekur frá þessu, ég ætla ekki að fara í smáatriðin hér, er það að það er mjög mikill fjölbreytileiki í hvernig nemendur haga þessu. Þó virðist vera algengast að nemendur taki vinnustaðnámi með skóla eða eftir skóla. Þannig að við sjáum að tilhögun vinnustaðnámsins er mjög fjölbreytt í kerfinu. Það er þó þessi færri sem ljúkaði fyrir skóla í sumarfríi eða hléi frá skóla, þá kemur það samt fyrir. Þetta er þá aðeins ólíkt eftir iðngreinaflokkum, stundum virðist vera ein ráðandi tilhögun, eins og til dæmis í upplýsing og fjölmiðlagreinum, þá eru flestir, 93% sem virðast fara þessa einu sömu leið, en í öðrum er meiri fjölbreytileiki eins og í hönnun, listun og handverki, þar eru farnar 3 eða fleiri leiðir í 31% tilvika.
Þannig að þetta virðist kannski tengjast í að þar undir eru margar ólíkar greinar, þannig að kannski þetta líka tengt þeim hefðum. Það var almennt mjög jákvæð afstaða til fyrirkomulagsins. Meirihlutin sagði fyrirkomulagi bæði skýrt og sveigjanlegt í öllum hópunum. Og 75% sveina sögðu fyrirkomulagi að henta sér vel. Eins var líka sátt lengd vinnustaðanámsins. Meirihlutin sveina og kennara töldu lengd þess mjög mátulega en aðeins minna hlutfall meistara. Og það var aðeins hærra hlutfall meistara sem töldu vinnustaðanámið og stutt og hefði þannig vilja hafa nemendur lengur hjá sér. En það var ekki eins hátt hjá hinum hópunum. En það athyglisvert að það aðeins 89% af öllum hópunum sem töldu vinnustaðanám var langt, þannig að það greinilegt að sjá sér hag í að verja þessum tíma á vinnustaðanum. Það var aðeins mismunandi skoðun og lengd eftir iðngreinaflokkum. Þeir sem sögðu of langt, það var hæst í þjónustugreinum 24%, þeir sem sögðu of stutt, það var hæst í farartækja- og flutningsgreinum 33%, en það á heildina flesti teljið að vera mátulegt. Og ef við hugsum lengdina frá 24 upp í 126 vikur á heildina þá greinilegt að það mjög sterk hefð innan greina hvað telst vera mátulegt vinnustaðanám. Nú að komast á samning nemar segja almennt auðveldar heldur en kennar og meistara og það sannlega vegna þess bæði hvernig spurt og úrtaksins af því þetta voru þar alltaf þeir sem höfðu náð að klára námið á þessu síðastliðnum 5 árum. Þannig að hér sjáum við hvernig gekk að komast á samningi á meistara og sveinar svar út frá eigin reynslu hvernig gekk þér að komast á samning og meðan kennar og meistara svar út frá nemendum almennt. Þannig að sjá að þarna eru sveinar 60% segja hafa gengið mjög vel, 20% vel en á meðan það stærsti hlutin sem segir sæmilega hjá kennarum og meisturum. Þegar við spurt hversu langa tíma það tekur þá eru 65% sveinar sem sögðu að taka innan við mánuð en aðeins 10% kennar og meistara voru sammála þessu. Það endurspeglar aftur þessa niðurstöðu sem við sáum áðan. Það vekur athygli að 10-16% af öllum hópum sögðu að taka nemendur lengur en 6 mánuði að komast á samning sem alveg atriði því þetta býr til ákveð rof þá í náminu því að námið í heild spanna bæði skóla og vinnustað. Og eins að 50% meistara og 30% kennar sögðust ekki vita neitt það. Þannig að þetta virðist vera mál nemenda að komast á samning. Nú hvaða leiðir notuðu sveinar til að koma sér í samband með meistara og þarna máttu við velja fleiri en einn möguleika en hér sjáum við mikilvægi vinnustaðanámsins því að 33% hafði samband beint við fyrirtæki í faginu og 31% í gegnum vinnuveitanda. En 24% fór í gegnum fjölskyldu, 14% í gegnum vini og 10% í gegnum kennara. Og þegar kennara voru spurðir þá voru 34% sem sögðust aðstoða nemendur reglulega. En 5% og 1% fóru gegnum beinar auglýsingar og miðlun þannig að það eru fyrst og fremst óformlega leiðir sem sveinar eru að nota til þess að komast í samband með meistara. Nú, svo voru þátttakendur beðnir að taka afstöðu til fullyrðinga námið á vinnustaðnum og það var fyrsta lagi að nám á vinnustað nýtist vel í skólanum og hér voru kennarar og meistarar sammála en sveinar síður þannig að þeir virðast sjá síður þessa tengingu þarna á milli sem að kennarar og meistarar finnst kannski augljósari. Nám á vinnustað tekur tillit til nýjunga í faginu og hér voru 91% meistarar sammála en aðeins minna hlutfall af kennurum og sveinum. Vinnustaðurinn býður upp á reynslu af flestum þáttum fagsins sem skipta máli. Hér voru meirihluti sveina og meistarar sammála en kennara töluvert skeptískari. Má segja að þeir kannski hafa aðra sýn af fagið sem heldur kannski meistarar sem að vinna á vettvangi og sveinar sem kannski hafa ekki sem yfirsýn. Þannig að þarna allavega misræmi í skoðun. Nú og svo voru sveinar spurðir hvort að verkefnin í vinnustaðanáminu voru eins og þeir ættu von á, hvort að þeir hefðu komið óvart og þarna voru 62% sveinar sammála en 30% ósammála sem þýðir að þarna þriðjungur sem kemur út á vinnustað og kemur að einhvern verkefni sem komaði með óvart. Og það athyglisvert að þarna þeir að læra kannski inn á vinnuna og í hverju vinna við fagið felst í raun og veru. Nú, svo voru þau spurðið hversu algengar tiltekna aðferðir við kennslu í vinnustaðanáminu voru og hérna eru bara sveinar og meistara sem svara. Og samræði við meistara og hér eru 20% sveinar sem sögðu að það aldrei hafa gerst en 46% segja það algengar aðferð. Meistarar töku aftur á móti þá sjáum við að 3% segja að það aldrei hafa gerst og 78% þetta algengar aðferðir. Þannig að þarna aðeins misræmi en við vitum náttúrulega ekki hvort það séu sömu meistarar sem eru með þessa sveina af því að hóparnir eru ekki alveg samræmdir. En það greinilega mismunur í upplifun. Nú samræði við aðra starfsmenn, báðir í hóparnir sögðu þetta mjög algenga aðferð og virðist vera svo megin aðferð sem notuð í kennslu. Þú skráði í ferilbók, 76% sveinar sögðu það aldrei hafa gert en 46% meistara. Þannig að þeir telja að vera meira notuð heldur en sveinar upplifa. Fundi með kennarum og meisturum, það virðist ekki vera
gert yfirleitt og þarna má segja að sé ákveðið svona glata tækifæri því þetta er mjög öflug leið til þess að tengja á milli skóla og vinnustæðar og er gert víða annar staðar en hér virðist það ekki vera hefðin. Nú og svo er spyrjað hvort það hefur verið sett fyrir verkefni sem eingöngu var ætluð til kennslu og 71% sveina sögðu aldrei að gerast en 49% meistara. Þannig að aftur sjáum við þetta misræmi. Þannig að heildina litum við sá að sko, það er sveigjanleg tilhögun að vinnustaðanámi og almenn ánægja með þetta fyrirkomulag. Þannig að fjölbreytileikin í kerfinu virðist henta í flestum tilvikum, bæði þá vinnustöðunum sem taka við nemendum og nemendum sem eru að samræma þarna skólan og vinnustað og fjölskyldulíf jafnvel. Og líka getur þetta endurspeglað þessa ólíku hefðir greina og greina flokka. Þannig að það eru greina sterkar hefðir í mörgum tilvikum hvernig þetta fer fram. Að komast á samning nemendur segja það auðveldara heldur en kennarar og meistarar. Og það er athyglisvert að samkvæmt 10-16% þáttakendum þá tekur það meira en 6 mánuði að komast á samning. Og eins og ég sagði áðan getur það þá mynda mjög mikið rof í námsferlið í heild og námstímabili sem er alveg atriði við hugsum að þarna sé vera að mennta til starfa sem á að taka tiltekið tímabil. Og ef nemandi kemst ekki á samning þá getur hann ekki lokið námi. Og við vitum að þarna getur oft orðið brottfall. Og eins að kennarar og meistarar eru ekki eftir meðvitaður hversu langa tíma það tekur sem sýnir það að þeir eru ekki mikið inn í þessum málum. Leiðir nemendur til að komast í samband við meistara voru fyrst og fremst óformlegar og þarna sýnir líka hversu mikilvæg þessi kynna vinnustöðunum er til þess að þeir finni sér farveg til þess að komast á þennan samning. Og kannski til að taka þetta saman þá er það greinilega mál nemenda að komast á samning og ekki ábyrgð kerfisins sem ég vil aðeins setja spurningamerki við því þetta ætti að vera, við ættum að geta tryggt nemendunum að útskrifast ef við erum annað búin að taka hann inn í nám. Nú sýn og nám og kennslu vinnustæða, það sá aðeins ólíka afstöðu eftir hópum, hlutfallslega færri sveina töldu vinnustæðanámsins nýtast vel í skóla, vinnustæðanámi nýtast vel í skóla. Og þarna sjá þeir ekki einn sterk tengingu á milli eins og kannski kennarar og meistarar gera. Meistarar voru almennt á því að vinnustæðanámi tæki tillit til nýjunga en ekki kennarar og kennarar töldu vinnustæðanámi síður bjóða upp á reynslu á flestum þáttum fagsins. Þannig að þarna er ákveðið samskiptaleið sem ætti segja. Nú kennsluaðferð vinnustæðar, samræður við annars starfsfólk er algengast og fundi með kennurum og meisturum virðist ekki vera nýttir, þannig er ekki tengsl á milli. Og það er mjög sláandi þessi ólíku upplifun sveina og meistara, bæði hvað var það samræði við meistaran sem á að vera sá sem þjálfar nemendan á vinnustaðnum er ábyrgur fyrir honum, skráningi fyrirbók og kennsluverkefni. Þarna virðast meistarar segja eitthvað vera meira að nota heldur en nemendur eru að upplifa. Nú, að lokum að segja bara hversu heilstætt er nám í iðngreinum þegar við hugsum að þetta eiga sér stað á þessum 2 vettvöngum á skólanum og vinnustað og tengist á milli. Nemendur sjá að komast á samning og skipuleggja námi, þeir sjá síður tengingu á milli vinnustaðanámsins og skólans og samræður á milli meistara og kennara eru takmarkaðar. Eins má spyrja sig hvernig gæði vinnustaðanámsins eru tryggð. Það virðist verið meira áhersla á vinnu en námið á vinnustað, þannig að kannski er vigtin aðeins og þunga á vinnuna. En það er samt ótvírætt að allir þátttakendur telja gagnsemi þess vera þarna og fæstir vilja stytta tímabili sem ég held að segi töluvert. Þannig að það er spurning hvernig förum við að því að tryggja gæði. En á heildinni má sjá og þetta samræmi við fyrir niðurstöður og rannsóknum á þessu svið að það er mjög sterk tvískipting kerfisins og það eru nemendur sem fara þarna á milli og brúa þetta bil. Og ég held að við þurfum aðeins að hugsa okkur hvernig við getum hjálpa fólki að tengja þarna á milli. Takk fyrir.